Sest hjá mér Brynhildur Bolladóttir, upplýsingafulltrúi Rauða krossins. Velkomin Brynhildur. Takk. Við ætlum að ræða aðeins um svona börn á flótta og það var augljós ágreiningur innan ríkisstjórnarinnar sem er núna starfsstjórn þessi hælisleitendamál hér á landi. Það var mikið rætt á síðasta degi þingsins, mikil átök þetta þar sem að í rauninni stjórnin var náttúrulega þá þegar sprungin og þar kusu flokkar á svona sitthvorn mátann og það voru 4 frumvörp sem snéru að börnum á flótta þegar þinginu var slitið. Eitt af því var samþykkt. Það var þarna ríkisborgararéttur fyrir ákveðin börn sem var náttúrulega á eftir að sjá hvernig fer. 2 fjölskyldur, Páll Bartósek var með breytingar á lögum um útlendinga, hann rétt barna til dvalarleyfis og Rósa Björk og fleiri fylgdarlaus börn. Þetta er náttúrulega mikið, eins og margir hafa sagt, tilfinningamál, en þetta er líka bara svona ákveðin pólitík og skiptir máli að hafa staðreyndar á hreinu. Hvernig metið þið hjá Rauða krossinum stöðu barna sem að hinga koma með foreldrum sínum og leita hælis? Við vorum alveg ánægð með þetta frumvarp og þessi lög sem að urða veruleika, en hins vegar þetta stytti málsmeðferðartímann úr 12 mánuðum í 9 mánuði. En stjórnvöld hafa sett sér markmið það að málsmeðferðartíminn eigi ekki vera lengri heldur en 90 dagar á hvoru stjórnsýslustigi, 3 mánuðir pluss 3 mánuðir. Þannig að ef að markmiðum stjórnvalda málsmeðferðartíma er bara náð, þá myndi þetta frumvarp ekki einu sinni skipta neinu máli. Já. Þannig að það er svona ákveðið í þessu. En staða barna á flótta hún fer batnandi, við getum alveg sagt það. Það hefur ýmislegt gerst svona sem er betra, en við höfum mest kannski við skrifum bréf til dómsmálaráðherra og menntamálaráðherra svona fræðsluskyldu og henni sé ekki framfylgt nógu vel. Þetta hefur náttúrulega verið oft í fréttum börn sem hérna lengi án þess að ganga í skóla. Er það ennþá mikið það eða eitthvað það að hér séu börn án þess að njóta menntunar? Það í rauninni langflestar fjölskyldur sem komingað eru í Hafnarfirði og Hafnarfjarðarbær veitir þeim skólavist. En þetta er ekki þannig að það hafi verið gripið inn í og gert ykkur áætlun eða gripið til ykkur aðgerða annað en það að Hafnarfjörður er að standa við sínar skyldur og veitir þessum börnum skólavist. Þannig að staðan er betri núna, en það er ekki þannig að það hafi verið gripið til einhverja aðgerða, þannig að þetta er ekki þannig að þetta sé tryggt fram í tíma. Það er eitthvað svona sérstök, hvernig er aðkoma barnaverndarkerfisins að þessum málum? Ég meina það stendur ég fletti bara upp í gær, barnaverndaryfirvöld eða barnaverndarlögin taka til allra barna sem eru á yfirráðasvæði Íslands, þannig að maður myndi halda að það ætti allavega alltaf vera á tæru þar. Er eitthvað svona sérstök aðkoma barnaverndar að þessum börnum? Í rauninni ekki. Barnaverndar yfirvöld eiga náttúrulega bara að sjá til þess að allt sé í lagi hjá börnum í hælisleit og flótta alveg eins og öðrum börnum. Ég bara hreinlega veit ekki hvort að barnaverndar yfirvöld hafi haft afskipti af einhverjum fjölskyldum eða eitthvað slíkt, en það ætti þá að vera. Það alls konar hlutir sem koma að þessu. Eru þau til dæmis öll í viðunandi húsnæði eða viðunandi búsetu? Búseta fjölskyldna hún er aðeins betri heldur en til dæmis einstaklinga og fjölskyldur fá stærri herbergi í svona búsetuúrræðum, en hins vegar munur á því hvort að fjölskyldur eru til dæmis á forræði sveitarfélagana eða svo Útlendingastofnunar og í rauninni þá í umönnun hjá Útlendingastofnun eða sveitarfélagunum. Og hvað ræður því? Ég veit ekki nákvæmlega hvað fer eftir því hvar fólk lendir, það bara einhvern veginn, og þetta er svona kannski ekki alveg jafnræði skætt í því hvernig fólk er fylgt eftir og hvernig svona hugsað það og Útlendingastofnun náttúrulega bara er kannski ekki umönnunarstofnun, hefur ekki haft þetta hlutverk fyrir en núna svona síðastliðin ár og er ennþá kannski að feta sig svolítið í því, þannig að þjónustan hefur verið betri hjá sveitarfélögunum og það er svona ákveðið áhyggjuefni. En annað, hún var að tala börn, eiginlega alveg saman hvort þau koma hérna, sérstaklega náttúrulega þau koma hérna ein, en í flestum tilfellum þau koma hérna að leita hælis má gera ráð fyrir að þau hafi gengið gegnum ýmislegt. Fá þau einhverja umfram aðstoð þegar kemur að sálfræðiþjónustu, læknaþjónustu, jafnvel tannlæknaþjónustu? Tannlæknaþjónustu, það er mjög lítil tannlæknaþjónustu í boði. Eitt af því sem er mjög oft nefnt í tengslum við hælisleitendur, þeir séu
bara mikið að fá til tannlæknis. Já, börn hafa fengið tannlæknaþjónustu en það felst bara í því að taka úr þeim tennurnar, þannig að það er svona... Og það er sama þá við foreldra væntanlega og fullorðna einstaklingar sem koma? Já, fullorðnir einstaklingar fá oftast, svona sjaldnast tannlæknaþjónustu, bara verkjalyf, þannig að það er svona, það mætti vanda sig mun betur í svona þjónustu og einmitt sálfræði þjónustu. Þetta fólk er mjög ofta að koma mjög erfiðum aðstæðum, þannig að það mætti gjarnan hjálpa því að vinna úr þeim áföllum sem það hefur lent í. Langar að spyrja aðeins fylgdarlaus börn, þar segja börn sem að koma hérna ein. Hver er staða þessara barna? Erum við að tala mikið fjölda af börnum sem að koma hérna án foreldra sinna? Nei, þetta eru svona 5 til 10 börn á ári, þannig að þetta er alls ekki mikill fjöldi, en samt 5 til 10 börn á ári sem koma hérna án allra, koma ein. Og svona Rauði krossinn telur að það mætti bara þjónusta þessi börn mun betur. Hvernig er það gert? Sko, sum börn fá fósturfjölskyldu, sum börnum hendar ekki að fá fósturfjölskyldu, eru kannski bara búin að standa á eigin fótum í langan tíma og þetta eru oftast unglingar en þetta eru samt börn og það er svona kannski það sem má ekki gleymast, þau eru skilgreind sem börn gagnvart öllum lögum og þau eru sum fá fósturfjölskyldu en önnur það hefur ekki tekist að fá fósturfjölskyldu fyrir öll þessi börn og þá vitum við þess dæmi að þau eru þá saman á svona gangi í búsetuúrræði en án allra umsjónar. Það er enginn sem tékkar á þeim og ég er ekki móðir sjálf en ég held að þeir sem eiga unglinga vita að það þarf alveg að tékka þess á þeim og passa að sé bara, þú veist, borði og fara í styrtu og geri virki sig einhvern veginn. Þannig að það er engin virkni úrræði. Fá þessi börn kennitölu? Það er það sem við höfum verið mjög bara hugsandi yfir að það hefur gengið mjög erfilega fyrir þau að fá kennitölu og sérstaklega þau sem eru ekki hjá fósturfjölskyldum og ef þú ert ekki með kennitölu í íslensku samfélagi þá þú getur ekki gert neitt, það er ekki neitt og þá til dæmis geta þau ekki gengið í skóla og verður að hafa kennitölu til þess að fara í skóla en hins vegar er fræðsluskylda á Íslandi og þessi börn eiga sannlega rétt á því og það er mjög mikilvægt að halda sér virkum þegar maður er í þessari óvissu örlög og þetta ásamt jafnvel við þegar þessi börn eru búin að fá vernd á Íslandi. Þá tekur langan tíma fyrir kerfið að bregðast við. Hvað er það sem stoppar til dæmis þetta atriði, að þau fá ekki kennitölu? Ég hreinlega veit það ekki og ég veit að það veit það eiginlega enginn. Þetta er bara eitthvað kerfið, einhvern veginn. Ég skoðaði lög þjóðskrá í gær og sá ekki betur en það væri hvergi minnst á kennitölu þannig að það er bara einhver kerfisvilla. Það er einhver kerfisvilla og það væri bara gott ef því væri kippt í liðina því ég held að það sé mjög lítið mál en það skiptir þessa einstaklinga auðvitað gríðarlega miklu máli. Já, mér langar að spyrja annan hóp barna og það eru börn hælisleitenda eða fólks á flótta sem að fæðast hér á landi og þetta er rauninni sömu spurningar á mig hitt og bara taka sem dæmi að þetta er að gerast nokkuð oft barn sem að fæðist til dæmist nígerískum foreldrum. Ísland lítur á þau sem ríkisborgara það en það er náttúrulega alls ekkit víst að heimalandið lítur á þau sem þjóðfélagsþegnar, ekkit víst að þau hljóti þjóðerni þaðan. Fá slík börn alltaf kennitölu? Sko það hefur ekki reynt alveg á þetta beint að svona börn séu talin bara ríkisfangslaus en ef það væri þá ættu þau að fá vernd á Íslandi. Og ef þetta fylgja, þau ættu raunin að fylgja ríkisfangi föður eða móður og ef að það einhvern veginn gengur ekki upp þá ættu það að fá íslenska ríkisborgararétt. En það getur tekið langan tíma á þannig, en þetta er ekki mjög aktúelt vandamál bara fyrir sér lof. Nei, þannig að þau fá bara í rauninni ríkisfang foreldra sinna annars hvors, Sko, fólk sem með börn með sér, fá þau mál eitthvað öðruvísi meðferð í Útlendingastofnun heldur en bara þeir sem eru barnlausir, þá einstaklingar eða hjón sem eru ekki með börn með sér? Sko þau ættu að gera það því að barnafjölskyldur eru skilgreinda sem viðkvæmar en það hefur kannski skort á að sé tekið tillit til þess og við hefum verið að velta fyrir okkur hvort að einhvern veginn í hverju mat felst á þessum viðkvæmu einingum í rauninni og við vitum ekkert alveg nákvæmlega hvort að það sé tekið tillit til þess og við höfum kannski ekki beint alltaf séð það. Það er
það ekki alltaf alveg ljóst að það sé tekið nógu mikið bara tillit til þess að þetta séu börn og þau eru í bara mjög viðkvæmri stöðu. Sko, nú erum við oft og tíðum að senda fólk tilbaka til landa sem að við teljum vera örugg og það til einhver listi örugg lönd. Er það metið sérstaklega, veistu, til þess hvort að það sem við teljum vera örugg lönd sé endilega örugg fyrir börn? Sko, í þessu sambandi má í rauninni bæði nefna þessi svokölluðu öruggu ríki en líka bara Dublin endursendingar, sem þetta á grundvelli þessa Dublin samstarfs, og Amnesty var að benda á þetta núna bara í síðustu viku varðandi Afganistan, að börn eða bara fólk sendt tilbaka á grundvelli Dublin, hefur svo kannski fengið neitun, synjun í því landi og sendt til upprunaríkisins ríkisins. En þá eru við einhvern veginn orðin einn hlekkur í þeirri keðju. Við sendum fólk til einhvers lands og það svo sendt aftur. Og varðandi svo til dæmis örugg ríki að sko í apríl síðastliðnum þá var hérna georgískur maður sem að fékk viðbótarvernd svokallaða sem að svona veitt á grundvelli þess að það sé ótryggt ástand í heimaríkinu. Þetta var í apríl og í júlí Georgía komin á lista yfir örugg ríki. Þannig að Rauði krossinn veit ekkert alltaf alveg hvað felst í þessum skilgreiningu á því hvað öruggt ríki og ég veit ekki hvað breyttist í Georgíu frá apríl og þangað til í júlí. Mig langar að spyrja þig bara rétt í lokin, sko, til hvaða aðgerða, reglubreitinga, hvað svo sem það þarf að grípa til þess að Íslands að lágmarki standi við alþjóðlegar skuldbindingar sínar og náttúrulega fyrst og fremst helst standi sómasamlega að móttöku barna sem á flótta. Ég held að það þurfi ekkert endilega að grípa til einhverja lagabreitinga. Þetta bara túlkun stjórnvalda á stefna og það verður bara óskandi að hún væri alltaf börnum í hag og hugsaði þeirra framtíð og velferð. Og staðan ekki þannig núna? Ekki á öllu leyti. Ekki á öllu leyti. Brynhildur Bolladóttir, takk hérlega fyrir komuna. Við þökkum fyrir okkar að sinni. Mig langar að vinna á leiðtogaumræður sjónvarpsins sem að byrja hérna klukkan 20:10 í kvöld. Takk fyrir mig í bili.